Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, sæl og blessuð. Við höfum töluvert fjallað bækur hér síðustu vikur, enda stöndum við nú í jólabókaflóðinu miðju. Það margt áhugavert sem hefur komið út. Hér bók eftir Emil B. Karlsson sem heitir Sjávarföll, ættarsaga. Ég fengið höfundinn hér að rauðaborðinu, hann ætlar að ræða hvað stendur í þessari bók. Vertu velkomin, Emil. Þakka þér fyrir. Ef ég skil þig rétt og kynningu þessara bókar, þá erum við að tala að það til ætt þar sem að heilablæðingar eru mun algengari heldur en í flestum öðrum ættum. Já, þetta, þó að þessi bók sé ekki beintnein sjúkrasaga, að þá kemur þarna við sögu sér íslensk arfgeng heilablæðing sem að feldi fjölmarga og allt fólk í blóma lífsins. Já. Sögusviðið í þessari bók er Breiðafjarðareyjar og suður sunnanverðir Vestfirðir og síðan reynda færist sögusviðið víðar. Þetta bók sem í 5 hlutum, ég með 5 ættir þarna og hver hluti fjallar eina ætt. Já. Og það kemur þarna við sögu þessi arfgenga heilablæðing. Já, og tímaskeið bókarinnar, hvert það? Tímaskeið það frá fyrri hluta 19. aldar og til seinni hluta síðustu aldar. Já. Og þetta ætt sem að þarna fjallað hefur verið kölluð krossætt og það frá bænum Krossi á Barðaströnd, þaðan sem að þessi sjúkdómur kom og það var sem sagt hjón þar sem að settust að Sæmundur Jóhannesson og Emilía Oktavíana Andrésdóttir sem settist þar að svona 1880 og það voru börn þeirra sem fóru að fá þetta þennan sjúkdóm og sem sagt fjall hver af öðrum og urðu alls í einhverju 3 kynslóðum 25 manns sem að fjallu og nú þetta útættarindar úr ættinni. Skráirðu ítarlega læknisfræðilegar ástæður þessa? Það sérkafli það, en annars bókin, þetta svona það sem kallaði sannsöguleg frásögn, þannig að ég leyfi mér að setja orð í munn fólks. Ég reyna að byggja þetta eins mikið á öllum heimildum á öruggum heimildum sem hægt en ég einsetti mér það að reyna að hafa þetta sem mest lifandi, þannig að vera að segja frá fólki í amstri dagsins og svona og reynda að endurspegla tíðarandar á hverjum tíma fyrir sig. Þannig að þetta svona kannski einhverju leyti eins og svona skáldsögulegu frásögn, þannig að ég reyna að hafa þetta svona sem mest lifandi en held mér samt við þær heimildir sem ég hef fengið. Og reynirðu að setja lesandana einhverju leyti inn í spor þess sem að getur vænst þess að bara blæðing í heila annarkvort gera okkur, kippa okkur úr leik eða við látum lífið algjörlega, og það einmitt svolítið svona rauður þráður má segja í gegnum þessa bók. Þetta byrjaði með því að móðir mín sem á tíræðisaldri, ég fór að vildi fá að vita meira hennar fortíð, vissi ekki mikið og fannst ástæða til þess að fara að skrá það niður hjá mér og þá var alls ekki inn í myndinni hjá mér að fara að skrifa hennar bók
og þá kemur í ljós þetta að sko hún misti móður sína og var munaðarlaus unglingur, misti 2 bræður sína og fleiri nákomna ættingja. Svo mér fór að þykja þetta svo áhugavert líf og mannaði mig upp í það að fara að hringja og tala við bara fjarskylda ættingja. Já. Og það kom í ljós á allstaðar sama sagan. Þetta hafði ekkert verið til umræðun í fjölskyldunum. Nei. Þannig að, og það var ekki vegna þess að það verið bannað sko, heldur vegna þess að þetta er bara svo óþægilegt að tala þetta. Já. Og það eins og þú segir, það kom þarna fyrir þó nokkur, sérstaklega hjá ungum konu sem vissi ekki hvort að þær bæru þennan sjúkdóm og vissi það sem þetta ættingir þeirra höfðu verið að deyja kannski 30. Já. Ættu þeir að eignast börn og ættu þeir að bera þetta í börnin, myndu þeir deyja sjálfar frá börnunum. Margar siðferðislega spurningar. Algjörlega, þetta hvíldi mjög þungt á þeim og eins og betur fer núna búið að núna geta menn farið í svona genapróf og ég var einmitt mikið í sambandi við vísindamann sem að þróaði þetta genapróf, Ástríður Pálsdóttir og hún hafði einmitt verið að stúdera mína ætt meðal annars og út frá hennar frásögn þá hvernig ég teiknaði upp alveg ættartré og séð hverjir hefði látist úr þessum sjúkdómi. Já. Og hér til forna var það sennilega þannig með flesta hluti sem þóttu óþægilegir að forfeðrum okkar og formæðurum fannst sem þeir yrðu enn óþægilegri ef þeir væru ræddir. Er það ekki svona? Algjörlega og ég held að það hef ekki verið af mannvonsku að það hef ekki vilja ræða þetta heldur vegna þess að menn kannski vildi gleyma bara og það var kannski tíðarandinn að fólk held að það væri bara best að vera ekkert að rífa ofan á sárinu að bara gleyma þessu. En sko urðu þessar blæðingar undirtekningar lítið leiddu þær til dauða frekar en að fólk væri fatlað út úr heiminum og inn á stofnunum. Já, það leiddu undirtekningarlaust til þess að til dauða. Í flestum tilvikum að þá fengu menn kannski 3-4 slög með nokkur ára millibili, verðu kannski lamaðir á annarri hliðinni og fatlaðir einhverju leyti. En að því ég nefndi bara svona útúrdúr einlega að ég las í þjóðsögum Jóns Árnasonar, það var í byrjun 19. aldar að þá komu sögur upp að þetta væri svona álög og hindurvitni að þá væri verið að leggja þetta á eitthvað fólk að þetta myndi berast í ættingi þeirra myndu deyja og verða aumingjar eins og sagt var. Já. Einmitt, menn lögðu saman 2 + 2 og fengu út þá niðurstöðu að það hlýtt að vera eitthvað handan heims. Yfirnáttúrulegt, já. Já, einmitt. Sko, mér eru heila blóðföll persónulega svolítið hugstæð eftir að einn frændi minn undir 30 hné niður á fótboltaæfingu í mikið haustmenni og heljarmenni og íþróttamaður mikill og frábær einstaklingur. Það var á 10. áratug síðustu aldar. Hann lést nú ekki en ber nú talsveit mikið svona merki þessa skaða og þá var einmitt aðeins ég man það sko að þegar þetta kom upp þá var mikil umræða innan ættarinnar hver tíðar heilablæðingar voru og við komumst að því að þær væru ívið algengari í okkar fjölskyldum heldur en sennilega að meðaltali á Íslandi eða í heiminum. Hefur sko er hluti lesendahópsins þíns eru meiri líkur á að svona fólk sem að þykist vita af einhver svona ættarsögu er fólk úr þeim hópi líklegra til þess að vilja kynna sér þessa sögu og lesa þessa bók að þínu mati?
Algjörlega, það hefur verið einmitt mikill áhugi á þessari bók og sem sagt langt út fyrir þessa ætt, svona fjarskildari ættingjar. En það er kannski áhugavert líka að segja frá því að það er sem sagt kafli þarna svona aðeins vísindalegri kafli sko, það sem fjallað rannsóknir, vísindarannsóknir sem hafa verið gerðar á þessu séríslensk, þetta er sko séríslenskt fyrirbrigði þessi ættarsjúkdómur þarna. Og það sko vísindamenn hafa getað rakið þetta það var stökkbreytt gen og það að rekja það til manns ekki Þórður Þórðarsson og fæddist 1670 á Ingjaldshól á Snæfellsnesi og út af honum kemur náttúrulega mikill stofn fólks og þetta sem sagt 1670 sem hann fæðist þarna á Ingjaldshóli en þetta fer ekki að gera vart við sig sko, það fer ekki að triggerast og valda dauða eða valda slægi fyrir en einhverjum 200 ára seinna. Það er nefnilega það? Já, ástæðan fyrir því þykist menn verið búin að koma að stað að það voru umhverfisáhrif, það var matur sem að fólk neytti og fyrst og fremst var það beinlínis sko það sem var verndandi að þetta fór ekki að stað var neysla á mysu og þegar að fólk fór að borða breyta neyslinu, borða meira nýlenduvörur, hveiti, sykur og meira að þá fór þetta að triggerast þá sem sagt fer þetta í gang og í minni ætt þá fer þetta að gera svolítið seinna heldur en í öðrum ættum sko þessar fjölskyldur fluttu víða land og það sko ástæðan fyrir því telja menn vera að þarna á Barðaströndinni að hann var miklu einangraðri og þessar neyslubreitingar komið þá síðar þar þess vegna hafa þetta orðið. Þetta er stórmerkilegt. Já, og það eru einmitt stórar ættir á ekki síst á Suðurlandi sem sem bera þetta báru þennan séríslenska sjúkdóm og núna eru eftir að sé best veit 5 ættir sem þetta er ennþá í gangi. Já, þetta hefði föður mínum heitnum þótt áhugavert að heyra. Hann fæddist 1922 hann keypti sér einu sinni óþarfa, það var 1 maltflaska í Vestmannaeyjum þegar hann var á vertíð og hann sá alla tíð eftir því og fannst að þessi kaup hans á þessari maltflösku hefðu verið til marks brestans hann hefði nú alveg getað látið að vera að kaupa þessa maltflösku hann drakk mysu í öll mál kallaði það reyndar sýru hún var kölluð það í Mývatnssveitinni þar sem ég ólst upp en maður sennilega sér nú ekki mysu liggur mig við að segja nokkru eldsporði í dag eða hvað? Nei, ég þekki það reyndar ekki en ég segja, ég hef eiginlega sömu sögu að segja og þú, reyndar ekki með maltflöskuna en þetta með sýruna sem að faðir minn drakk þetta alveg umvörn, mér fannst þetta ógeðslegt. Já, mér fannst þetta ekki gott. Ég man einmitt að sko trú manna þarna í héraði heima var svo að þetta væri svo hollt. Jú, akkurat. Og þetta var náttúrulega aðal geymslu aðferðin við mat. En það sem er líka merkilegt er það að núna er verið að þróa lyf við þessu og það er sérstaklega vísindamaður og læknir íslensku sem heitir Hákon Hákonarson og býr í Bandaríkjunum, er læknaprófessor þar og hann nýtir þessa þekkingu, það er að segja þetta er sko kallað cystatin C erfðaefni sem að breytist þarna og olli því að það urðu útfellingar, svona próteinútfellingar innan á æðarveggjum heilans og með því þessari þekkingu þá er hann að þróa þetta nýja lyf sem að gert ráð fyrir að koma jafnvel á markað á næsta ári. Já, það er nefnilega það. Sko, Emil, hvernig og á hve löngum tíma skrifa maður bók eins og þessa?
Þetta ég búin að vera að dunda mig við í einhver 6 ár og það var alveg óskaplega gaman að því en þegar svo ég saði í byrjun og þá átti þetta aldrei að verða bók til að byrja með. En svo þegar ég fór að tala við þessa ættingja mína, ég fór eiginlega pílagrinsferð þarna vestur á Suðurfirði Vestfirða og fór bara að fá alltaf meira og meira heimildir. Ég hitti þarna til dæmis að Tálknafirði gamla sjómann, Magnús Guðmundsson sem að pabbi hans hafði verið vinnumaður hjá langafa mínum sem dóur þessu og hann hafði verið að dunda sér við það að skrifa niður ættfræði lýsingar og meðal annars frá minni ætt. Þannig að þetta voru, mér fannst á tímabili þetta væri svona eins og forlög. Það datt inn á, ég fór að fá bækur á bókasafni, ég bara opnaði bók og að duttu inn á mig einhverjar heimildir og mér fannst þetta var bara púsluspil sem að raðaðist allt saman. Þetta var snúist upp í köllun. Algjörlega, ég bara hugsaði hvað að gerast eiginlega. En svo reyndar verið ég viðurkenna það voru sumstaðir sem að kom einhver eyður og þá leiði ég mér aðeins að svona skálda eins og ég til að með hlutnir hafa verið. En reynir svona að segja frá því líka bókinni að þetta sé sko mín minn skapur og ég sé að búa til aðeins svona brúa bíli til þess að gera þetta svona líflegra. Þú ert ekki maður sem að þiggur listamannalaun, þú ert viðskiptafræðingur og ertu sagnfræðingur líka? Já, ég hef aðeins sagnfræði bakgrunn, svolítið skrautlegan bakgrunn og svona námslega leið og séð og lærið svolítið kynningartækni og kalla informationstekník lærið það í Svíþjóð. En núna ég að fást við, ég löggiltur skjalaþýðandi og þýði úr sænsku. Þetta var alltaf verið svona draumur að fá að skrifa svona texta. Ég hef mest verið í þessum kallaði nytjatexti. Já, einmitt. Þarna færðu útrás fyrir skapandi draugar. Algjörlega, En ef maður horfir á verkefni eins og þetta sem köllun, ef það kemur til maður að þetta sé köllun, þá líka verður vinnan svo miklu auðveldari. Algjörlega. Og þá kemur verkið í rauninni til manns að nóttu sem degi. Er það ekki svo þín reynsla? Jú, maður sofnar út frá þessu á kvöldin og vaknar og einhverja nýjar hugmyndir hvernig maður á að raða hlutunum saman. En það var auðvitað svolítið höfuverkur þegar maður búin að fá allar þessar upplýsingar í fangið, hvernig á ég að raða þessu niður og einhvers dag verður maður að skera niður og svona. En fórstu aldrei, og nú ég að tala við þig rithöfundamál viðurkennt, fórstu aldrei í maníu? Nei, það gerði ég ekki. Nei. Ég fór hins vegar, sótti mér fór á ritlistanámskeið, Sunnudís Másdóttur. Ég mæli með því allir sem að ganga með bók í maganum að fara á svoleiðis. Ég fór líka á svona ættfræði námskeið svona aðeins til þess að læra hvernig maður finnur ættar svona frásagnir á netinu, notaði mikið kirkjubækur og svoleiðis heimildir. Já, skemmtilegt og frábær hvatning fyrir Sunnu að heyra þið tala svona fallegum afrakstur vísindana, því að þetta náttúrulega einhverju leyti vísindaleg iðja að skrifa bók, hvernig struktúrar hann og skáldskapurinn leiðinni kannski, skapandi. Já. En þetta með maníuna, Halldór Guðmundsson, ævisöguritari Halldórs Laxness, hann sagði mér einu sinni að hann hefði skrifað sitt stærsta verk einmitt Nóbelsskáldið í 8 mánaða maníu og það sem hann átti við var það að stundum nærmaður svo rosalegum fókus og bara öll athygli manns á verkefninu og með því að halda fókusnum þar og í rauninni hugsa bara lítið annað, þá nærmaður einhvern veginn þéttleika í efnistökum og texta. Man að sauma þetta svo óbúslega þétt saman eins og getur gert gefi munnin. Þannig að ég var bara forvitin að vita hvort það hefði dottið í svona maníst skeið til þess að halda. Nei, ég held ég sé ekki svo típa. Sért ekki svo típa. En það er búið að vera áhugavert, Emil, að spjalla við þig þessa bók og þú ert að fylginni væntanlega eftir þessa dagana eitthvað með upplæsturum og svoleiðis ekki satt? Jú, það var bara verið
töluvert að gera í því og það hefur verið sýndur mikill áhugi og nú bara selst nokkuð vel þó að maður sé nú ekki þekkt nafn í þessum bransa þá fær maður kannski ekki sömu athygli og metsölu höfundar en ég er bara mjög sáttur og ég er vissum að þetta á eftir að lifa sko, ég satt alltaf og hugsaði með mér, ég er að skrifa þetta fyrir komandi kynslóðir og reyndi að setja mér það svona fyrir hugskottsjónir. Þarft verk og ég óskaði bara til hamingju með útgáfu þessara bókar. Takk fyrir það. Nú, þá fer þessum þætti að ljúka hjá okkur í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum kærlega fyrir samfylgdina. Verðum hér aftur klukkan 8 á morgun. Minnum ykkur á að ef þið viljið styrkja samstöðina þá er hnappur á vefsíðunni samstöðin.is þar sem ástendur áskrift og gegn hóflegu mánaðarlegu framlagi aðeins 2.500 krónur. Þá getið þið auki líkurnar á að við höldum áfram að vera hér í loftinu. Og við erum ansi víða, við erum hlaðvarp, við erum á síðu, við erum númer 5 í sjónvarpi Símans, við erum útvarpsstöð 89,1, við erum á spilarinn.is, við erum á Facebook, það er hægt að fylgjast með okkur í beinu streymi. En takk fyrir að fylgjast með okkur þetta kvöldið og sjáum síðar, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.